Halló, halló. Í þessu sjötta myndbandi seríunar þá ætlum við að bæta við einhverjum svona loftsteinum eða smá styrnum í leikin okkar sem að svífa yfir skjáin jafnvel í átt að gameskipinu okkar. Og við skulum þá bara hefjast handa, fara inn í Spacemap möppun okkar og opna main skrána af því að við ætlum að fikta í henni, og við skulum opna sprites skrána líka af því að við ætlum að fikta í henni. Þannig að main og sprites. Nú, við skulum fara bara fyrst í sprites skrána og búa til enn klassan, class asteroid, og þetta var eitthvað skrítið hjá mér. Þetta átti að vera pygame.sprite. Þannig að þessi smástirni eru líka kvikar, bara enn gerðin af kvikum. Þannig að við segjum, asteroid klassin á að erfa sprite klassan í pygame safninu. Við þurfum alltaf að byrja á init, og ég ætla ekki að tilgreina hvar nýr loftsteinn á að verða til. Ég ætla bara að ákveða það hér inn í smiðsfallinu. Við hvað ætlaði ég nú að segja? Já, við vitum að svona smástirni þurfa breytu sem heitir image og eina sem heitir rect. Image yfirborðið, muniði pygame.surface, og ég ætla bara að búa til segjum smástirni sem eru 100 x 100 pixlar. Þetta breytist einhvern tíma þegar við setjum myndir í staðinn fyrir að hafa þetta bara svona litaða réttirninga. Hér self image.fill, gerum þá bara græna eða eitthvað. Self rect saman sem self.image.get rect. Nú erum við búin að búa til ramman til þess að staðsetja loftstein, en eigum eftir að staðsetja ramman. Muniði, við þurfum líka super, við þurfum að segja, já, ég ætla að erfa smiðsfallið frá sprite klassanum, svona. Já, við skulum staðsetja loftsteinin, við skulum segja búum bara til tvær breytur xnit, látum það vera random heiltölu, og á bilinu ég ætla að segja width og komma meira segja width kannski plus 100 og width plus 700 eða eitthvað. Okay. Þannig að xnit svona smástirnis verður einhvers staðar á bilinu 100 megin hægra megin við gluggan til 700 hægra megin við gluggan. Nú, upsilonnitið, ég ætla að láta það bara vera random heiltölu á bilinu 0 til hæð gluggans. Og svo ætla ég að gefa þá self rect center sama sem þá þetta x og þetta upsilonnit sem við vorum að búa til. Self rect geymir sem fyrr ramman sem heldur á myndinni, self image, það gerist bara sjálfkrafa, og hér ég að segja hvar miðja þessa ramma á að vera í þessu x og upsilonniti sem ég var að búa til. Nú, ég ætla líka að búa til breytu sem segir hversu hratt, eða ég ætla kannski að segja vel x, hver hraði loftsteins í x stefnu er. Og það er þá bara, já, ég vil kannski láta það vera random tölu líka. Hvað við segjum að það sé á bilinu
5 til 20 í mínus af því að hann á leiðinni til vinstri. Það var að sjá hvernig þetta kemur út og við þurfum að útfæra update fall. Alltaf self muniði þegar við skilgrunum fallin í klasa og update fallið á að uppfæra staðsetningu loftsteins, þannig að við segjum self rect.center x til dæmis plus sama sem self vel x. Þetta er eins og að segja að staðsetningin á að breytast það sem hraðanum nemur. Ef að sjá hvernig þetta kemur út, ég held hreinlega að klasinn sé, hann ekki tilbúinn en hann nothæfur. Förum í main og hér ætla ég að búa til nokkra loftsteina. Hér búið til aðalkvikan, hérna ætla ég að segja for eitthvað in range, eða búið til 10 loftsteina. Bara asteroid, sama sem asteroid. Þarna ég búið til nýjan loftstein með því nota klasan eða smið klasans og muniði smiðurinn, það engar færibreytur aðra en hérna self. Þannig að það ekkert að fara hérna inn og ég ætla að segja all sprites.add asteroid. Setja hennan, þetta var lítið að hérna. Þannig að ég að setja þennan loftstein sem ég var að búa til inn í all sprites og þetta ger ég 10 sinnum, þannig að ég fæ 10 loftsteina þarna inn. Hér eru þeir allir uppfærðir og hér eru þeir allir teiknaðir. Ég var að sjá hvernig þetta kemur út. Ef eitthvað gerist hjá okkur. Name random is not defined. Já, býðum nú við. Þannig að við vorum ekki búin að gera import random hérna í sprite skrána. Svona. Prófum að gera þetta núna. Já, hér gleymdi ég að skrifa randint. Skulum lagfæra það. Random.randint hérna. Randint svona. Og gerði ranga skrá. Við getum alltaf keyrt kóða bara með íta F5. Sjáðu, þarna komu loftsteinir, risastóri grænir loftsteinar. Sjáðu aftur, risastóri grænir loftsteinar, en þeir svo faraði bara framhjá og eru horfnir. Eitt af því sem við getum gert hérna í update, við skulum segja ef self rect.right. Það er að segja ef að hægri hlið rammans sem heldur á myndinni eða hægri hlið kvikans sem hver loftsteinn eða hvert smástirni ef að það orðið minni 0, ef það er komið út af vinstra megin í glugganum, þá ég sem að segja self, þá skulum við bara færa hann upp á nýtt. Þá skulum við gera þetta hér aftur. Búin til nýtt random x hit, nýtt random y hit og breytum þá staðsetningu miðinnar. Þannig að ef hann fer út af vinstra megin, þá færi hann aftur þannig að hann verði hægra megin og kemur aftur inn á skjáinn. Ef við sjá hvernig þetta kemur út. Þannig að fara þær út af hérna vinstra megin og byrtast aftur hægra megin. Þið sjáu að þeir fara misrætt. Mér finnst leiðilegt að þeir fara allir hérna, eftir beinni línu, bara beint til vinstri, þannig að við skulum gefa þeim líka einhvern hraða í y-stefnu. Förum hérna í sprites og hér skulum við segja self vel y, hraðin í y-stefnu.
láta hann vera á bilinu -10 til 10, þannig að hann getur bæði verið á leið upp eða á leið niður. Og hér í update fallinu þá þurfum við líka að uppfæra hérna y-hnetið. Ok, það fyrir eftir hver hraðin í y-stefnu er. Svona, hérna þeytast loftsteinar, þetta var kannski aðeins of hérna mikið, og ég að hugsa að þegar að loftsteinn fer út af vinstra megin, að hérna breyta hraðanum aftur líka. Ef að loftsteinn fer út af vinstra megin, færum hann aftur til hægri og gefum hann nýjan hraða, bæði í x og y-stefnu. Það er bara eins og það sé nýjan loftsteinn að ræða, í staðan fyrir að loftsteinn sé að fara í hring. Okkur byrti þetta þarna, þannig að hér koma loftsteinarnir, þeytast hérna fram og aftur. Þetta er kannski svolítið mikil hérna mikill hraði, lóðréttur hraði. Við getum fiktað í þessum hérna þessum tölum þarna. Ég var að segja eins og til dæmis hér, þetta getur verið á bilinu 5 til eða -5 til 5 eða eitthvað, -5 til 5. Ok, eitthvað svona. Við getum líka fiktað í stærð þeirra, það er allt í lagi. En núna viljum við náttúrulega að það sé hægt að skjóta þá. Og við skulum fara í aðalskrána, og hérna kemur eitt af þessu magnaða í Python og Pygame. Það er að það er þessi kvikasöfn sem eru gríðarlega öflug. Við skulum búa til 2 kvikasöfn í viðbót. All shots sem geymir öll skot, og við skulum búa til hérna all asteroids pygame.sprite.group. Ok, hér þar sem við vorum að búa til nýja loftsteina, þá settum við þá í all sprites, og all sprites notum við meðal annars til þess að teikna og líka til þess að uppfæra þá. Það sé að færa loftsteinana til, eða alla kvika. En þetta safn hérna, all asteroids, ég ætla líka að setja hvern einasta loftstein í það safn. Og ég ætla að setja öll skotin í þetta safn, all shots safnið. En það þarf þá að gerast hérinn í sprites. Muniði í hérna ship klasanum, þegar við notum shoot fallið, þá var til nýtt skot og við settum það skot í all sprites. Hérna vil ég gera eitthvað á borð við þetta, self all shots .add shot. Þannig ég ætla að setja skotið hérna bæði í þetta safn og í þetta safn, þannig að það tilheyrir 2 söfnum. Þannig að hér er ekki nóg að það komi þá inn 1 safn, 1 svona grúp, heldur ég þarf kannski að gera eitthvað svona, grúp 1, grúp 2, self all sprites er grúp 1, self all shots er grúp 2. Þetta er ekki frábærleið kannski til að gera þetta, en ég mun sýna ykkur í næsta leik, þá gerum við þetta með aðeins öðrum og kannski skynsamlegri hætti, eða svipað hluti á þetta. Ok, þannig að hér er ég að segja að init fallið, smiðsfall ship klasans tekur inn x og y hit og svo 2 svona kvikasöfn. Þannig að í main skjalinu hér erum við að nota ship klasan,
X-Net Y-hit, hér bara eitt kvikasafn, hitt kvikasafnið á að vera all shots. Ok, ég ætla að prófa að keyra þetta, vonandi klikkar ekkert núna. Eitthvað klikkar hér, all asteroids. Já, ég gleymd að gera punktur add, hérna, svona. Svona, ok, þetta virkar, ég get skotið, en þið sjáu það skotin fara bara yfir hérna loftsteinana. Ekkert merkilegt þar. Nú kemur þetta magnaða. Hérna í uppfærslunni. Hér eftir að ég er búin að uppfæra alla kvika, ég er búin að færa þá alla til. Munið, þetta hérna notar öll update fall allra kvikana. Þá getum við gert eitthvað svona hits pygame.sprite.group collide. Nú þarf ég aðeins að fara í handbókina. Man ekki nákvæmlega hvað skipunin heitir, en það er sem sagt hægt að láta tvö kvikasöfn eða aðtöku að eigi sér stað árekstrar milli tveggja kvikasafna. Af hverju er hér ég er ekki tengdur netinu einhverju vegna. Ég þarf að finna út úr því. Setja hann bara. Giskum það bara á þetta. Ég held að þetta heiti Group Collide. Og hér setjum við, þar að segja, ég ætla að nota Pygame-safnið, fara í Sprite, forritseininguna, nota þar aðferð sem heitir Group Collide. Og hér setjum maður fyrst annað safnið. Já, ég ætla að aðtöku hvort hérna all shots. Eitthvað úr því safni rekist á eitthvað úr all asteroids safninu, og hér ætla ég að segja hvað verður skot sem lendi í árekstri. Jú, ég ætla að eyða þeim, og svo spurning hvað verður asteroid eða smástirni sem lendi í árekstri. Já, ég ætla líka að eyða þeim. Svona. Þetta mun skila lista af öllum árekstrum. Og meira segja, ég þarf ekki að grípa hennan lista. Ef ég ætla ekki að nota hann, þá get ég bara haft þetta svona. Þannig ég ætla ekki eins og að nota þessa árekstra, höfum þetta bara svona í bili. Þannig að við erum sérst aðtuga, rekst eitthvað af þessum á eitthvað af þessum, og Pygame sér algjörlega að reikna það út fyrir okkur. Við ætlum að eyða öllum skotum sem lenda í árekstri, og við ætlum að eyða öllum loftsteinum sem lendi í árekstri. Prófum þetta. Þannig að hér þeytast loftsteinir, og svo prófa ég að skjóta, og þið sjáu ef að skotin lenda á loftsteinum, þá hverfur bæði skot og loftstein. Og nú er ég bara búið með loftsteinina, sennilega búin að skjóta það alla. Þannig að við skulum aðeins laga þetta hér. Hér hefði ég átt að segja enn fleiri kvikar og árekstrar kvikasafna. Og við byggum til sem sagt kvikasafn fyrir skot. Við byggum til kvikasafn fyrir smástirni. Fundum árekstra skota og smástirna. Ég held að þetta sé flott, nema pínulegilegt að smástirnin hverfa bara, og svo þau búin. Þannig að við getum bætt við hérna eins og ég var með áðan. Hits sama sem Pygame Sprite Group Collide. Já, þannig að þetta finnur alla
finnur alla árekstra tveggja kvikasafna. Ok, svo get ég og geymir árekstrana í lista og ég get hreinlega bara gert svona for hit in hits. Það er að segja ég ætla bara að skoða hvern einasta árekstur. Fyrir hvern árekstur veit ég að einn loftsteinn hvarf, þannig að fyrir hvern árekstur ætla ég bara að búa til nýjan loftstein. Þannig að ég get sett hérna bara, já, býti nýjan loftstein, set hann í loftsteina, eða set hann í Allsprite safnið og set hann í loftsteina safnið. Hérna, búum til nýjan í stað þess sem hvarf. Prófum þetta. Birtist það allt á röngu skjá hérna. Svona, nú þeytast loftsteinir hérna og ég get byrjað að skjóta þá og ég er búinn að skjóta þó nokkra núna, sennilega fleiri en 10, en þið sjáu að þeir halda bara áfram að koma. Fleiri og fleiri og fleiri. Þetta gæti bara gengið hérna endalaust. Þannig að nú er þið búin að sjá hvað kvikar og kvikasöfn eru gríðarlega mikilvæg og gagnleg. Við þurftum ekkert að reikna út hvernig árekstranir ættu sér stað eða hvort þeir ættu sér stað. PyGame sér það fyrir okkur með þessu group collide. Svo lengi sem við erum með notum svona kvikasöfn til þess að geyma kvikana. Já, eigum við ekki bara að segja þetta gott. Þetta ætti kannski að heita 7 hjá mér. Ég var að kalla þetta á rekstrar kvikasafna. Heyriði, þangað til næst. Bless í bili.